geggjað að fá þig í heimsókn. Bara frábært að koma til þín. Það var svolítið long time coming. Já, við erum búin að vera svona í sambandi á og til og nú er bara rétt í tíminn. Það er svoleiðis. Ég var að byrja á Sigur Kling. Ég er með hérna spjöld frá henni. Já. Draga eitt og svo mátti eiga það, sko. Sigga átti heim í sömu götu í Hafnarfirði og ég, sko. Nú? Sléttarhraun. Ok, hún er litrík. Bara, ég held að ein blokk á milli okkur. Og hvað segir hún? Þú ert að fara inn í frábæra tíma, þá bestu sem þú hefur lifað. Það er svoleiðis. Það er bara þannig. Þú tekur þetta með þér. Ég verð að taka þetta. Taka þetta með þér og trúa þessu bara. Já, Sigga, hún lífgar upp á tilvöruna. Hún gerir það. Og hún er hérna, það er gaman við hana, hún er hérna komið svolítið langt í þessum álit annara leik. Já, það er, henni gæti ekki verið meira sama. Það er svolítið svoleið, sko. Hún sagði hérna þegar ég fekk hana inn í podcastinu, þá sagði hún að, sko, það gerist ofta að hún var í búðinni og þá eru þessar raddir í haustnum eitthvað að röfla og ég bara kallaði þér upp átt, sko, Steinþegiðu. Já. Það er allir orðnir vanir þess að því ég er bara Sigga, sko. Já, það er bara, hún er einstök. Já, við þurfum í þessu litla samfélagi þar sem að við erum held ég öll svolítið þjökuð af áliti annara, þá er svo mikilvægt að hafa fólk sem er bara þorir að... Já, við erum náttúrulega þjökuð að þessari smæð, sko. Er það ekki svolítið? Já, og ég veit ekki með minni máttakendina að við erum einhvern veginn bæði með ákveðin svona pínu ofsóknaræði en svona pínu minnumáttar og stundum með rangumyndir okkur sjálf, sko. Já, einmitt. Ég einhvern veginn upplifa svolítið þannig, já. Getur verið það og allir sem fara út fyrir normið einhvern veginn litnir hornauga af svona sumu fólki. Já, en síðan held ég að sko innst inni, þú veist, ég talaði við hann Gunnlaug stjörnuspeking daginn og hann hefði sagði sko, kring störfunum mínum í öll þessi ár, þá hefði séð bara hvað það eru margir sem þjást af því að vera að bera sig saman við þetta norm, en svo er enginn þetta norm. Nei. Þannig að, þú veist, innst inni held ég okkur langjöld að vera frjáls, sko. Ég held að líka, það hefur svona svolítið komið upp okkur undanföldum árum, þetta hópsála element, sko, sem að ég get alveg verið sekur líka en líka farið út fyrir það. Já, og það ertu þó að vísi meðal annars faraldurinn? Já, meðal annars, ég held að það hafi berlega komið í ljós heldur betur. Og ég einhvern veginn sogaðist einhvern veginn inn í það einhver leiti með nokkrum Facebook-fæslum sem að féllu vægasett í grýttan jarðveg. Já, varst það gagnrýnda? Já, ég var svona velt upp spurningum bara. Ég hafði svona kynnt mér þetta svolítið, eftir svona 2-3 mánuði þá fóru svolítið að renna með 2 grímur, sko. Að þetta væri viðbröðin við þessu væri á allt og harkaleg. Og okkur var talið trú það að þetta myndi taka af eftir 3 mánuði, 6 mánuði, svo 9 mánuði. Nei, þetta endaði í 2 árum. Einmitt. Við vissulega hérna á Íslandi fórum ekki beint í lockdown. En það var næstu bara við. Og ég held að við hefum verið mjög nálægt í nokkru sinnum með við svona hvernig fólk talaði og þetta mantra hlýða víði og allt þetta fór öfugt ofan í mig. Já, ég er sammála. Og ég hafði kynnt mér þetta aðeins á netinu með ég man ekki hvað hann heitir en hann var sænskur sóttvarnalæknir sem hafði verið hjá Alþjóða heilbrigðisstofnuninni sem að sagði að lockdown virkuði ekki
það var engar rannsóknir sem bentu til þess að það virku. Síðan var náttúrulega Anders Tegnell, sænski sóttvarnalæknirinn sem að stýrði viðbröðum Svía, hann var náttúrulega úthrópaður af heimsbyggðinni. Í fyrra fékk hann verðlaun fyrir viðbröð sín við COVID og hann reyndar hættur, en það kom síðan í ljós að margt sem hann sagði var rétt, og í raun og veru endaði þessi faraldur, hann endaði náttúrulega með hjarðónæmi, sko. Ónæmi. Einmitt, og þetta maður ekkert að gera lítið úr því að þetta var svona ekki auðvelta því að þú veist, það voru kannski engin fordæmi fyrir nákvæmlega hvernig það bregðast við, en bara þetta er svolítið að segja, sko, Facebook-færslu sem fjall í grýttan jarðveg, það sem að mér fannst alveg eiginlega nánast frá fyrsta degi, sko, bara skeri var hvað það var, bara það var bara ein rétt skoðun og svo sko voru að koma frá mörg konar gögn og upplýsingar og það var ennþá bara ein rétt skoðun og mér er svona einhvern veginn þetta sýndi mann eitthvað sem er kannski búið að vera í gangi í dálítinn tíma, en þetta var svo ýkt einhvern veginn ef þú varst með einhver aðra skoðun. Og ég var í útlöndum að lesa bara eitthvað Facebook-færslu frá fólki sem ég hef bara kunnað vel við að bara óbólusettir ættu bara ekki að vera þáttakandur í samfélaginu og ég var einn af þeim, sko. Já. Og maður sagði bara, er þetta bara eðlilegt? Það myndaðist þannig stemning að þetta var bara normið og ég meina það áttu bara að taka öll mannréttindi af fólki sem fór ekki í bólusetningu hjá bóluefni sem að hafi verið þróað á 9 mánuðum það sem að tekur yfir 10-15 ár ég fór í bólusetningu 3 svar og það var aðalega vegna þess að mér langaði þó eitthvað til að ferðast en og það var fyrsta bólusetningu var talin, já, þetta er lausnin algjörlega og stemningin í Laugardalshöll með einhver 80s lög og svona ef við lítum tilbaka þá þetta var einhvern veginn ekki alveg í lagi og mér fannst sem að við þekkjum vel fjórðavaldið, ég er ekkit endilega að tala um Ísland, ég er að tala um mainströms fjölmiðla, hvar voru þeir með áleitnar spurningar? Það virtist bara aldrei koma upp í þessu 2 ár. Það var alveg magnað, sko. Ég var farin að velta því fyrir mér að mæta sjálfur á þessa blaðamannafundi, að því ég horfði mér þetta bara, hvar eru spurningarnar, sko? Já, það er málið og ég er ekkert að segja að það hef ekki verið ástæða til að bregðast við en meðan við það var sagt strax í upphafi, fólk með undirliggjandi sjúkdóma og eldra fólk er í hættu og við þurfum að venda það en að banna menntaskólanemum og grunnskólanemum að fara í skóla sonur minn var í MS fyrsta ári, já og hann var bara heima og 2 ár að hans svona félagslífi, krakka og annað út um gluggan Einmitt, og það verður aldrei hægt að mæla sko skaðan svona langtíma skaðan eða langtíma afleiðingar, það verður aldrei hægt að mæla það, sko. Þú veist, hvað voru margir sem voru með undirliggjandi kvíða sem að urðu miklu verri þegar þeir þurftu að vera innilokaðir og einmitt fengi ekki að taka þátt í félagslífi og annað slíkt, sko. En sem ég erst áhugavert sko einmitt að því svo, minnst einhvern veginn kannski COVID var íktasta dæmið, minnst oft gerast því ég var mjög hraður á þess að ég ætla eitthvað að fara þykjast vera eitthvað Nostradamus og þá var ég mjög hraður að sjá það er múgsefjun í gangi og mér er svo áhugavert að því svo gerist þetta og núna myndur þið tala við fólk og núna myndur mjög margir segja já, þú veist, það er nú alveg rétt að það var kannski, hefði nú mátt ræða þetta meira og það er nú alveg rétt, þetta var kannski ekki allt alveg en hvað gerist síðan þegar næsta sambærilega gerist mun þá aftur bara 98% af fólki hoppa á vagnin, sko Mig grunar það, sko sko dánantíðnin var svakalega lág sem sagt
ef við tökum mið af hér faraldrum sem voru hér eins og svartadauða, bólusótt og annað. Ég var að spurja að bara viltu að fólk degi? Þetta er svona ósækjöld spurning. Já. Og ég velti fyrir mér ef að þetta hefði verið algjörlega að börn var í bráðri hættu, úlingar og bara allir aldurshópar, absolutt bara förum í þetta og gerum þetta saman. En þegar þú ert farin að veita fálkaorður eftir 3 mánuði hjá þríeykinu, það er rosalega erfitt að andmæla eftir það. Einmitt. Og það hefur verið gerið rannsóknarnefndir að minna tilefni hérna á Íslandi. Ég kalla eftir, ég veit að fleiri þjóður hafa verið að gera það, að fara í svona óháða rannsóknarnefnd með orsakir og afleiðingar. Já, því svo er eitt er þríeykir, sko, svo það sem að mér þetta expósaði, svo ég sletti svakalega stjórnmálin. Stjórnmálamennir, þeir stigu bara til hliðar og vildi ekki taka neina ákvarðanir. Hvar voru hinnir gegnsæju og glæru píratar sem að vilja allt upp á borðið? Svo ég nefni dæmi. Já, og þá er það þetta, sko, að því þú nefndir áðan þetta, viltu bara drepa fólk. Að það er svona einmitt áhugavert, að því nú erum við báðir búin að vinna lengi í fjölmiðla, var áhugavert hvað mér finnst þetta hafa ekki alltaf verið svona, að það hefur gerst kannski á síðustu svona 5-10 árum, að það eru rosalega margir málaflokkar þar sem að umræðan er drepin bara, þú veist, ef þú ert eitthvað á móti COVID-aðgerðunum, þá viltu bara gamalt fólk degi. Já. Ef þú ætlar eitthvað að spyrja spurningum innflytjendamál, þá ertu bara rasisti. Já. Og þá það er svona einhvern veginn umræðunar eru bara kláraðar þannig að það er bara settur á þig eitthvað svona vondakall stimpill. Ef þú ert ekki sammála hinni einu réttu skoðun. Já. Og þetta eðlilega í svona litlu samfélagi, þá erum við að tala um að við séum kannski svolítið þjöku á álita annara eðlilega, því þú veist, maður bara, fólk hugsar atvinnutækifæri og annað. Að þá er ekkert skrítið að fólk sé smeykt við að segja sína raunverulegu skoðun ef það upplifir að þetta sé stemningin, sko. Ég veit það. Og það er kannski svona samfélagsmiðla öldin sem við lifum í að nú stundir, hvort sem það er Facebook, YouTube til dæmis, þá eru disclaimerar við mögulega rangri skoðun. Einmitt. Það er hættulegt að ef þú ert ekki með bara réttu skoðuna sem er að þeirra mati vísindalega sönnuð, þá ertu bara úthýstur. Ég persónulega skil ekki þessa einhvern veginn, treysti ekki bara fólki, sko, við búum á upplýsingaöld, það er endalaust upplýsingum og fólk bara má vega og meta þessar upplýsingar og komast þess að neginn niðurstöður, sko. Já, það er málið, sko. Það þarf ekki að mata ofan í þig, hér er það sem er rétt og hér er það sem þér á að finnast og við viljum banna allar aðra skoðanir. Ert þú vísindamaður? Ert þú sóttvarnafræðingur? Þetta er allt spurningar sem að dundu á manni. Fólk var virkilega reitt út í að það var einhverjir sem að setja spurningamerki við eitthvað bara, varðandi innan faraldur. Ef við lítum tilbaka á reglurnar sem voru settar, þær voru ekki neinu samræmi við bara, ég hafði á tilfinningunni að þetta var allt keyrt upp, það var mála dekstulitirnir á allt, þó var einhver vonaglæta og það var bara keyrt áfram í 2 ár, alveg sko á fullu gasi. Og fólk var náttúrulega orðið uppgefið á þessu, hver er munurinn að vera með 20 eða 10 á veitingastað? Hver fann, veist? Já, þetta var náttúrulega orðið bara einhver hólf og svo var þetta þannig að, þú veist, maður átti að vera með grímuna, sko, maður satt kannski á te og kaffi upp á Suðurlandsbraut og maður átti að vera með grímuna, sko, þegar maður stóð upp en ekki þegar maður settist niður og það var sömu löndum var þetta orðið þannig að þú, sko, áttir að taka niður grímuna þegar þú settir upp í munnbita og setja hana svo aftur upp á milli munnbitana, sko. Mér finnst að maður þurfi ekki að vera stjarnæðilisfræðingur til þess að komast að þetta sé bara í hvaða Matrix er ég, þetta er bara eitthvað rosa skrítið, sko. Ég veit það, og þetta er eitthvað sem að þeir, skal ég segja það sem ég upphafi að sagt, grímur ger ekkert.
okkar sóttvarnalæknir sagði það og fleiri nokkrum vikum seinna það var allt annað hljóð komið hver voru vísindin á bakvið það? Veit það einhver? Var þetta bara enn leiðin til að bara mjög góð spurning, en þetta sem þú ert að varpa núna er þetta sem við erum að tala með fjölmiðlana nú langar mann ekki að vera gamli bitri kallinn sem segir allt hafi verið betri í gamla daga, en þegar ég var að byrja upp á fréttastofu Stöðvar 2 og alveg þegar ég var þar að það voru fréttafundir á morgnana og það var verið að takast á og það var verið og ég leyfi mér að efast að svona faraldur hefði farið í gegn á þeim tíma án þess að það hefði verið bara, við verðum að fara að spyrja spurninga og þetta var öllu hent upp og manni líður svona svo fjölmiðlandi séu bara orðnið miklu veikari. Já, þeir hafa við orðið það svona smátt og við sjáum náttúrulega bara sprengjuna sem hefur orðið á YouTube, þú ert með þitt projekt og fyrirhandi fjölmiðlamaður og maður sér fyrirhandi fjölmiðlamenn núna bara vera konar með sinn eigin fjölmiðl og eru þá frekar tilbúnir að varpa fram áhugaverðu efni og áhugaverðum skoðunum, áleitnum spurningum, eru frjálsir undan ákveðnu oki sem að verist vera að meginströms fjölmiðlamenn verist vera alveg ofur viðkvæmir fyrir einhverju sem heitir það eru tvær skoðanir, það er ekki ein rétt skoðun. Þetta er eins og svona einhvern Martin Móstal fílingur ein ríkiskoðun. Nákvæmlega, en er þetta ekki líka bara afkoma ótti að því þú veist einhvern veginn nú er náttúrulega bara RÚV ríkistyrt og náttúrulega ríkið var að gera þessar aðgerðir og hinir fjölmiðlarnir eru meira og minna allir líka að fá styrki frá ríkinu og þú finnur alveg það seytlar í gegnum þinn fjölmiðil kannski ákveðin skoðun sér rétt og þú veist alveg ef þú fær bara að gera eitthvað allt annað þá getur þú bara mist vinnuna. Þannig að maður hugsar þú veist það sem er að gerast út í heim er að sjálfstætt fjölmiðla fólk er bara ofta tíðum orðið miklu stærra en fjölmiðlarnir sko, eins og Bandaríkjunum, ég minna það bara Joe Rogan, Tucker Carlson og fleiri, þeir fá miklu meira áhorfheldur en CNN sko. Já, og það er líka þeir eru tilbúinir að fara það sem að þessi fjölmiðlar fara ekki og ég veit ekki af hverju þessi þróun hefur orðið. En hún er ekki orðin alveg á Íslandi af því við búum við sko, ég veit ekki hvort að neytendamunstri sé öðruvísi að þú veist það er svo mikið áhorf ennþá á RÚV til dæmis versus sko ríkisfjölmiðlar tala nú ekki um í Bandaríkjunum en í mörgum öðrum löndum, þeir eru ekkert að fá neitt svona þannig að við búum ennþá við fjölmiðlamarka þar sem að sjálfstætt fólk, það er ekki ennþá komið með sama traksjón sko eins og stóru miðlarnir. Nei, það er, þú ert ennþá með þetta sterkt BBC, það er alveg gríðaleg gagnrýni sem hefur komið á þá og fleiri og ég veit ekki alveg hvernig þróunum verður á næsta árum. Sko, ef við tökum til dæmis, ef við tökum fjölmiðla á Íslandi þá finnst mér að þeir mörguleiti hafa brugðist bæði í aðdraganda hrunsins og í COVID. Þetta eru 2 risamál á síðastliðnum 15-17 árum og það var engin fjölmiðill sem ég man eftir sem að vara við hrunnu. Nei. Það voru frekar svona ég með mitt að þar var ég var í Íslandi í dag og fyrir hrunnið og var að taka viðtölu við forsætisráðherra eitthvað svona og þá hugsa maður ég gat allavega skilt mér á baku það að ég var bara ekki expert í viðskiptafréttum og en maður spurði samt sko, þú veist ári fyrir hrunið, þá tók ég viðtal við Geir Haarde þar sem ég var að spurja hann út í alls konar hluti en kannski er þetta mitt bara þannig að svo maður rekinn og þá er eins og maður sé mann ekki hvort það væri Matrix, er það bláa eða rauða pillan þá gerist eitthvað sko. Ég veit það. Þá einhvern veginn fattaru, ég er kannski bara búin að vera næfur og hrættur og þú veist og heimurinn er aðeins öðru sem ég held. Já, þú veist ég var náttúrulega næstu á fréttastofu í 20 ár og við vorum unnum saman og mismunandi deildum og maður var alltaf við vorum annarkvort á
Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.